Mér heyrir svona á umræðunni að það gæti verið heilbrigðismálin. Heilsugæslan hefur auðvitað verið hérna átakamál í langan tíma, menn ekki sátti við þjónustu. Við höfum lagt fram ákveðin plön í því og síðan náttúrulega innviðauppbygging. Það er auðvitað kannski klísukennt orð en við þurfum á því að halda sökum fjölgunar og við þurfum að geta svona sett í gírinn til framtíðar. Við erum að setja fram ákveðið plan varðandi heilsugæsluna. Við viljum leita til ríkisins varðandi það að koma að rekstri hennar. Síðan er það kennararnir, innviðir skólana. Við erum svo heppin að eiga frábæra kennara, bæði í grunn- og leikskólum, en við þurfum að tryggja það að við höldum þeim. Það verður kennaraskortur, við sjáum fram á það og við ætlum að reyna að tryggja það að svo verði ekki. Okkar skoðun er sú að við náttúrulega sjáum fram á það að United Silicon klúðrið er auðvitað eitthvað sem að við Íslendingar höfum aldrei horft fram á, þannig að það er sérstætt að því leytinu til. Við hefðum átt að leyfa íbúum að koma málinu í upphafi og það er það sem við ætlum að reyna að tryggja ef við fáum tækifæri til þess. Ég held að við séum í þeirri einstöku stöðu að hér verður mikil uppbygging, hefur verið nú þegar en á eftir að vera enn meiri og með þessari miklu uppbyggingu þá þurfum við að tryggja það að innviðirnir séu í lagi. Ég held að við höfum mjög marga góða þætti hérna með okkur, þess vegna vill fólk flytja til okkar, þannig að það eru bjartir tímar framundan en við megum ekki sofna á verðinum.